Við þannan atburð þá öðlast Ísland aftur sína stöðu sem þessi nauðsynlega brú, landbrú á milli Norður-Ameríku og Evrópu. Þetta ósökkvandi flugmóðskip í norðri, eins og var oft talað Ísland á dögum kalda stríðsins. Hernaðarumsvif á norðurslóðum að aukast. Norðurskautsríkin hafa reyndar ítrekað vilja sinn til þess að norðurslóðir verði ekki vettvangur nýs vígbúnaðar kapplaups og aukinnar hernaðaruppbyggingar. Norðurslóðastefna Rússa kalla þrátt fyrir það á meiri hernaðaruppbyggingu. Rússar hafa lýst miklum áformum endurnýjun herstöða á norðurslóðum sem lokað var fyrir 2 áratugum. Þá hefur Kína einnig sýnt norðurslóðum aukin áhuga. Bandaríkjamenn horfa meira til norðurslóða og á síðasta ári var tilkynnt endurreisn annarrar flotadeildar Bandaríkjanna í Norfolk í Virginíu, sem hafði verið aflögð 2011. Þeir vitnuðu til nýrrar þjóðaröryggistefnu sem kveður á að keppni stórveldana sé hafin á ný. Við komu utanríkisráðherra Bandaríkjanna í febrúar sagði hann að Ísland ekki vanrækt lengur. Hér verða því líklega meiri hernaðarumsvif. Bandaríkin hafa tilkynnt endurgerð flugskýla á Keflavíkurflugvelli fyrir alltaf 35 milljónir dala eða 4 milljarða króna. Til að ræða þessa þróun höfum við fengið Gústaf Pétursson, alþjóða stjórnmálafræðing. Velkomin Gústaf. Kannski upphafi getur sagt okkur aðeins frá þér. Já, takk fyrir það. Gústaf Pétursson heiti ég, MA-gráði í alþjóðasamskiptum með áherslu á öryggismál og sérstaklega öryggismál smáríkja, útskrifaðist frá HÍ 2009. Hef síðan unnið að doktorsverkefni varðandi samskipti Íslands og Bandaríkjanna eftir brotthvarf varnarliðsins og starfaði eins á spil í höfuðstöðvum NATO sem útsendur sérfræðingur á vegum utanríkisráðuneytisins. Það var árið 2017. Þannig ég hef svona aðeins verið að rýna í öryggis- og varnarmál og sérstaklega með tilliti til smáríkja og þá Íslands. Það sem ég hef mestan áhuga á að spyrja þig hvort hernaðarumsvif á norðurslóðum sé að aukast. Já og nei. Það fer til hvernig lítur á það. Sjálfsögðu norðurslóðir, eins og við tölum þar sem norður heimskautasvæðið sjálfsögðu opnast. Að ísinn að hopa, nýjar siglingaleiðir að opnast á milli Asíu og Evrópu, betra aðgengi af auðlindum. Þannig að sjálfsögðu skiljanlegt að ríki á þessum slóðum reyna að auka hernaðarlega viðveru sína. En ekki í þeim skilningi að ríki hafi óttist nágranna sína, óttist einhvers konar ágang eða ádráttlega annarra ríkja, heldur að hafa í huga. Þetta eru erfið hafsvæði, þarna eru eiginlega engir innviðir mjög litlir og þessum skilningi þá herafli ríkjanna meira svona löggæsluhlutverki og sinna sjálfsögðu leit á björgun en líka svona ákveðin fullveldi staðfesting á því að þetta nú svæði sem þá innan lögsögu viðkomandi ríkja og ríkin hafi hagsmuni að gæta. Nú eru Bandaríkjamenn þeir búnir að endurreisa aðra flotadeildina í Norfolk, Virginíu. Þeir eru að setja aukna fjármuni í viðhald á Keflavíkurflugvelli. Er þetta ekki þá hluti af þessari þróun? Hvernig lest þú í þetta? Ég les í þetta þannig að vissuleyti þetta birtingarmynd ákveðinnar þróunar á norðurslóðum. En þarna rauninni 2 aðskilin mál að ræða. Það sé annars vegar aukin spenna milli austurs og vesturs eftir innlimun Krímskagans 2014. Það sem að baltnesku ríkin og Pólland og ríki Austur-Evrópu að upplifa rauninni svolítið svona martröð fyrir ára. Það sem að rússnesk stjórnvöld taka sér bessaleyfi að innlima annað ríki hluta annars ríkis og breyta landamæri geðþótta. Við þannan atburð þá öðlast Ísland aftur sína stöðu sem þessi nauðsynlega brú, landbrú á milli Norður-Ameríku og Evrópu. Þetta ósökkvandi flugmóðskip í norðri, eins og var oft talað Ísland á dögum kalda stríðsins. Ég les þann skilning í þannig aukna áhuga Bandaríkjanna á Íslandi. En svo náttúrulega flækismyndin líka með þetta, norðurslóðir að opnast og við sjáum aukin áhuga annarra stórvelda, til dæmis Kína
og það má nefna það að í fjölmiðlum nýverið var talað einmitt mögulega heimskautahöfn í Finnafirði fyrir austan. Þannig að við erum þá komið með þriðja ríkið, stórríkið, svo má segja, inn í myndina sem þá Kína með Bandaríkjamönnum og Rússlandi. Þannig að þetta skýrir það sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði hér í febrúar að Ísland ekki vanrækt lengur. Eða eru aðra skýringar þar? Nei, ég lít svolítið á þess að maður sé að tala þá beint til íslenskra stjórnmálamanna og sé svolítið að vísa í brotthvarf varnarliðsins 2006 sem gerðist með litlum fyrirvara og sé þá að senda þess merki að þetta hefur ákveðið mistök og Ísland skipti miklu máli fyrir öryggishagsmuni Bandaríkjamanna. En þá líka nefna það að sjálfsögðu sem stórveldi þá upplifa Bandaríkjamenn það að mínu áliti að þegar þeir draga sér til hlés þá kemur annar stórríkjur að fylla upp í tómarúmið. Þannig að ég tel að þeir séu líka einmitt að fylgja svolítið með Kínverjum og með því að vera áberandi, fá Mike Pompeo til að koma til Íslands, að þá séu þeir einmitt líka að senda Kínverjum merki, bíðið við, þetta er okkar svæði, við höfum ennþá hagsmuna að gæta. Bandaríkjamönnum hefur verið tíðrætt aukin umsvif kafbáta Rússa í Norður-Atlantshafi. Hvað segir þú það? Já, vissulega. Þetta er eitthvað sem náttúrulega fylgt í rauninni okkar utanríkismálasögu áratugum saman í fyrra stríði. Skæður kafbátaherinn á Atlantshafi, líka í seinna stríði. Dögum kalda stríðsins, þá var það meginhlutverk herstjórnar Keflavíkurflugvelli að fylgjast með og vakta umferð sovéskra kafbáta og reyna að halda sovéska norðurflótanum eins langt frá Norður-Atlantshafi og mögulegt var. Þessi sviðsmynd að birtast aftur kannski með öðrum formerkjum. Segjum að svipað ástandi myndi skapast í Eistlandi, Lettlandi og Litáen eins og gerist í austurhluta Úkraínu, þar sem litli grænir menn spretta upp, stuðningi Rússa, átök byrja þar, breiða svo út, hvaða hagsmuni myndu Rússar hafa, jú að sjálfsögðu, tefja fyrir að hefta flutning liðsafla og hergagna yfir Norður-Atlantshafið. Og í dag eru flutningar alltaf hætti en á dögum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þá vorum við mörg lítil skip, fá, sem einmitt sigldu þvert yfir í skipalastum. Hagkerfið heims í dag byggist á því að það koma miklu magn af vörum hratt yfir. Þannig að við tala fá, mjög stór skip, öll í einkaeigu. Hvað gerist ef eitt svona skip færi stundudubl af slysni eða ásetningi? Það sekkur. Hvar viðstödd sem Íslendingar? Hver myndi áhrifin vera? Ég tel að siglingar myndu allan lokast einhvern ákveðin tíma, skemmir í það lengri, segjum viku 10 daga, menn áttu því hvernig að bregðast við þessu. Þannig að auki kafbátaeftirlit þá á Íslandi náttúrulega bara liður í þessu að fylgjast með Rússum, hvaða bátar koma Norður-Atlantshafið, hverja tegundir eru þeir og hvaða ógn stafar að þeim. Og sjálfsagt geta við brugðist við ef að svona óheppilegar aðstæður myndu skapast sem myndi leiða til þess að myndu út átök í Austur-Evrópu sem myndu að smitast yfir á okkar svæði. James Foggo, aðmirall, yfirmaður flotastjórnar Atlantshafsbandalagsins og reyndar gamall kafbátaforingi, hann skrifar grein nýlega þar sem hann að lýsa fjórðu átökunum. Fyrst voru átökin í fyrra stríði, síðan það átök á Atlantshafi í seinni heimsstyrjöld, svo kalda stríðið og nú segir hann fjórðu átökin að hefjast og þá hann væntanlega að vísa til Rússa og jafnvel Kínverja. Hvaða skoðun hefur á þessari sviðsmynd hans? Jú, vissulega. Allt snýst þetta það að hafa yfirráð yfir hafsvæði og við náttúrulega hefum unnið náum Bandaríkjamönnum áratugum saman og mikið af því samstarfi snúst það að vita hvað einfaldlega hvað í kringum okkur í hafinu, neðansjávar og í loftinu og þetta svona ákveðin liður í því líka að Bandaríkjamenn drógust til hlés í einhver tíma, höfðu kannski ekki mikið skilning á því hvað önnur ríki voru að hugsa þessu svæði og núna þegar Rússar að auka sína eigin umferð þá skiptir máli að fylgjast með því hvað þeir að gera. Hvað geta Íslendingar gert? Nú horfum við á þessar breytingar sem að verða og aukin hernaðarumsvif. Hver eiga viðbrögð Íslendingar að vera? Viðbrögð okkar skipta miklu máli og okkar hlutverk í þessu samstarfi skiptir gífurlega miklu máli. Við tókum mikið við boltanir frá Bandaríkjamönnum þeir fóru með vöktun í kringum Ísland. Landhelgisgæslan annast það starf, rekur íslenska loftvarnakerfið
Þannig að okkar hlutur er mikill. Við náttúrulega berum ábyrgð því að fylgjast með hvað í kringum Ísland í samstarfi við önnur ríki og miðla þeim upplýsingum þá áfram til bandamanna Íslands í Evrópu og í Norður-Ameríku. Gústaf, kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér.